Fyrir 20 árum síðan var hann plataður til að vera með uppistand og hann enn með uppistand. Sumir segja 20 árum of lengi. Vil ég bjóða velkomin á svið Þórhallur Þórhallsson! Halló, halló! Hvað segir gott? Ekki allir stuðið það? Geðveikt. Frábært, gaman að sjá ykkur hérna. 20 ára uppistandsammæli. Ég er bara allt í einu átta með á því hvað ég er orðinn gamall. Tell it to the face. Svo unglegur og fallegur. En þú veist, ekki? Nei, ok, já, allt í lagi. Í gegnum þennan tíma er maður búinn að þú veist, upplefa alls konar tímabil, en veitir hvað ég sakna mest? COVID. En þú veist, ekki sjúkdómsins COVID, þú veist, ég bara, þú veist, allt í kringu það, þú veist, samkomu takmarkanir, það var svona, allir vera heima hjá sér í 3 vikur, ég eitthvað, takk. Má ég vera heima í 3 vikur? Já, ekki hitta neitt, ég eitthvað, ok, PlayStation, PlayStation. Það má ekki koma fleiri en 10 manns saman, ég eitthvað, hver þekkir 10 manns? Hver vill þekkja 10 manns? Það er allt of mikið. Það er allt of mikið. 10 manns. Ég vil ekki hitta 10 manns. Vertu bara heima? Ég ekki, já. Geggja, svo var maður með grímu. Vertu með grímu. Maður gæti þóst ekki þekkja neitt. Maður lappa úti með grímu, allir vinir manns eitthvað. Þekki ekki. Bara eitthvað, þekki mig alveg, skilur. Ég ekki, gríma, allir heyrði ekki neitt og skildi ekki neitt og ég bara eitthvað. Halló, tala við mig, þetta er mamma þín, skilur. Ég eitthvað. Gríma, það má ekki tala saman. Mér fannst það geggja, sko, mér fannst það geggja. En þú veist, það var líka alveg leiðilegt, en ég var sem betur fyrir, þá bjó ég með nú nokkurum á þessum tíma þegar maður þurfti að vera fastur heima hjá sér. Þá átti ég nokkura meðlegendur, geggjaður tími, frábært að vera fullorðinn maður með fullt af meðlegendum. En hérna, það er dýrt að búa niður í miðbæ, ég skulum segja það bara, skilurðu. Og ég man eitt skipti þá hélt ég að ég væri kominn með COVID og hérna, já, ég er svona, hvað á ég að gera? Ég pantaði tíma til að fara í check og ég hringi og eitthvað, já, ég held að ég sé kannski með COVID og fá tíma, eitthvað, já. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma þangað, ég er ekki á bíl og það getur lengi skuttla mér og eitthvað. Þau eitthvað, já, taktu bara leigubíl. Ég eitthvað, já, geggjað maður, ég bara sé ykkur á morgun, hlakka til. Þau eitthvað, gæti ekki verið meira saman, skilur. Maður númer 4000 þann dagar hringið þau, skilur. Sé ykkur á morgun, hlakka til. Og svo daginn eftir hringi ég í leigubíl og ég eitthvað, já, vantar einn bíl hérna. Já, ég eitthvað bara svona til að hafa þetta allt á hreinu, þá er ég að fara í svona COVID-test, þú veist, bara hérna, þú veist, bara svo þið vitið það. Þau eitthvað, já, það er engin bíl að koma til þín. Ég eitthvað, hvað meinar þau? Ég eitthvað, já, við viljum ekki fá neitt sem er mögulega með COVID. Ég eitthvað, já, en þau sögðu mér að ég ætti bara að panta leigubíl. Þau eitthvað, já, það væri rosalega gott að þau myndi að hætta því. Af því að ég veit ekki af hverju þeir halda að við viljum að COVID smita fólk komi í leigubíl. Það er eitthvað, já, sæll, einn með mér í þröngu umhverfi. Ég koti, getur þú skutlað mér? Eitthvað, já, sestu bara hliðina á mér. Ég er mjög svona aggressífur hóstari, greinlega. Og ég eitthvað, ok, ég get ekki tekið leigubíl, ok, hvað á ég að gera þá? Ég er ekki að fara að taka strætó, það er miklu meira fólk þar, skilur, ég er að fara að smita miklu fleiri. Ég get ekkert farað þangað, þannig að ég reyna að hringja, þú veist, það er ekkert númið, það er ekkert hægt að hringja þangað neitt og ég gat ekkert látið vita, ég var ekki að fara að koma, þau eru að bíða eftir mér, ég er að eyðileggja daginn fyrir þeim, skilur. Ég hringdi þau í gær og þau eitthvað, við hlakka til að sjá þig og eitthvað, ég eitthvað, svo bara kem ég ekki, þau eitthvað, hvað er Þórhallur? Loksins næ ég í sambandi við ykkur heilsugæslu, ég eitthvað, herðu, ég er bara eitthvað einn hérna og mátti ekki taka leigubíl og ég ætla ekki að fara að taka strætó og þú veist, hvernig á ég að koma mér þangað? Þau eitthvað, já, ég bara veit það, er enginn sem getur skutlað þér? Ég eitthvað, nei, það er, ég þekki bara uppistandara, enginn á þeim á bíl og eitthvað.
það getur enginn skutlað með. Þau eitthvað, já, ok, ég bara veit ekki hvað ég geti gert, sko. Ég eitthvað, já, Vestfirðir ekki með svona bara heimsendinga þjónustu. Þau eitthvað, við erum með það. Ég kannski ekki byrja að segja það bara, ég er búin að kvarta henni í korter, eitthvað. Við getum alveg sendt gaur til þín. Ég eitthvað, já, fá einn COVID-gaur, þá hendi mín. Ég eitthvað, já, hann kemur til korter, ég eftir korter. Þetta fljóta hann í pizza, skilur, ég eitthvað. Já, ég eitthvað, ok, fá einn COVID-gaur heim. Svo býð ég bara eitthvað svona veikur og hérna. Svo hringi gaurinn og hann eitthvað, ég er fyrir utan. Eitthvað, komdu inn, hann eitthvað, allt í lagi. Ég er á 3. hæð og eitthvað, hann eitthvað dinglar. Og ég var búinn að halda mig inn í mínu herbyggi, þú veist, ég var að deila, þú náttúrulega íbúð með öðrum meðleigendum þannig að þau voru frammi, ég var búinn að vera inn í mínu herbyggi til að ég vildi ekki smita þau en eitt, þannig að vinur minn fór og opnaði hurðina og þessi vinur minn, hann er bandarískur og með Tourette, hræðileg blanda sko, og hann er eitthvað með Tourette og hreim, skilur eitthvað. Og hérna, ég má segja þetta, ég þekki fullt af Tourette fólki. Og hann var eitthvað, og hann er samt svona leiðilegu Tourette sjúklingur, af því flestir eru svona, eins og í bíómyndum þeir eru svolítið cool, þú veist, þeir eru alltaf svona eitthvað, fuck, shit, eitthvað svona blóta. Hann er ekkert í því, hann er bara eitthvað svona, maður heldur alltaf bara að hann sé rosa gaman hjá honum einn í herbyggi, maður er eitthvað, ok, er heimsókn? Nei, ég er bara einn. Ok, ok. Og hann fer til dyra og hleypur þessum COVID-gaur inn og vinur minn, hann heitir Dan og hann er bara eitthvað að éta pizza. Svo kemur COVID-gaurinn upp og hann er í svona hazmat galla. Og lappar upp og komur upp á 3. hæð og meðan er bara Dan. Svo sér hann Dan og Dan eitthvað. COVID? In the room? Hann eitthvað. Ok. Svo hleypur hann inn og ég er hérna. Og hann kemur inn. Eitthvað, ok, allt í lagi. Svo tekur hann út pinnan, munið eftir pinnanum. Svo byrjar hann að tróða inn og þetta fer að krukka eitthvað í heilanum á manni. Maður er fann að muni eftir hlutum sem maður var búinn að bæla niður og maður er eitthvað já, þess vegna tölum við ekki við þennan frænda. Já, ok. Svo kemur tilbaka, tekur af sér, þá var þetta frændinn. Nei, ok. Nei, hann bara, já, þú ert með COVID. Nei. Þetta var skemmtilegt tímabil. En það var svona, þú veist, mér finnst alveg fínt að þurfa ekki að hitta fólk og vera bara einn heima. En stundum leiddist mér og maður var eitthvað svona. En varstu með COVID? Já. Ó já, mega COVID, sko. Frænda COVID. Nei, ég veit ekki hvað það þýðir. En manni leiddist oft og hérna, ég var byrjað að spila svona fyllt af svona escape rooms, eitthvað svona að reyna að brjótast út úr einhver herbyggi, finna einhverjar vísbendingar. En þú veist, ég hef enga þolinmæði, þannig að ef ég vissi ekki vísbendinguna, þá fór ég bara beint inn á YouTube og eitthvað, hvað er svarið? Þú veist, ég er að svindla einn í eitthvað svona, og ég komst í gegnum þetta sjálfur. Fannst ég ekki flottur, eitthvað svona, ég horfði á þetta myndband sjálfur, ég fann það sjálfur, skilurðu. Og svörin voru þarna, ég fann það sjálfur og ég sagði, þú veist, hver gerir þetta? Og ég myndi bara, þetta er bara beint frá mömmu minni. Mamma svindlar í kapli. Mamma er að leggja kapal ein heima, hann eitthvað, gengur ekki upp, hún eitthvað. Svo hún er ein, hún er að svindla með kapal. Þetta er eitthvað í genunum bara. Svo ef mamma er að lesa einhverja bók sem er rosa spennandi, hún eitthvað,
fyrir alltaf aftast og eitthvað, já þetta morðinginn, ok, þá bara veit ég það, skiljið það. Það geti ekki verið að hata hinn allan tíman eitthvað, það ósanngjarnt gagnvart honum, skiljið það, nú veit ég bara hver morðinginn. Og horfa á bíómynd með mömmu, hún er ekki fylgjast með neinu. Hún er alltaf gleðilegur. Maður hvað er að gerast í myndinni? Þau tvö, þau eru eitthvað elskugar, en þau mega ekki vera elskugar og þau drápu pappa sinn. Þau eru elskugar og drápu pappa sinn? Eitthvað, ég veit það ekki. Og þau eru nasistar held ég. Nasistar? Hvað? Já, ég veit það ekki. Og keppa í rally. Og maður, hvað er að gerast í haustum á þér? Hún er ekki að fylgja. Og ég hugsa maður, ég ætla að byrja bara að skrifa niður það sem hún heldur að það sé að gerast. Gera þessar bíómyndir. Og fólk bara, hvernig færðu þessar hugmyndir? Ég er bara einn heima og dettur þetta í hug og djúpa pælingar. Þetta er bara mamma miskila myndir. Og hvað heldur það að sé gerast núna? Ok, þetta er mjög gott, já, ok, ég nota þetta næst, En mér var svona gaman líka, ég hef gaman af svona heimskulegum staðreyndum og alls konar, það var eitthvað svona staðreynd, fíla. Lasum við eitthvað, gerum eitthvað rannsókn á fílum og kemur ljós að fílar, þeim finnst við vera krútt. Sem eru ógeðslega krúttlegt, það eitthvað fílar bara eitthvað að fílast eitthvað. Svo sjá þeir svona eitthvað fólk, þeir eitthvað Svo þegar við sjáum hvolpa við eitthvað fíla bara eitthvað. Já, nú kom það, já. Þeir eitthvað, ég fíla þennan. Mér leiddist í COVID, ok, það það. Svo las ég einhverju frétt, geggjaða frétt, þá var einhver górilla sem fyrir COVID. Górilla, ég eitthvað, hemd, payback, þið gáðu okkur AIDS. Ég sagði 11 vinkonum mínu frá sig, ég eitthvað, einhver górilla fekk hérna COVID, ég eitthvað, þú veist, þið gáðu okkur AIDS, hún eitthvað, ertu fáviti? Það var ekki en górilla. Hver var að sofa hjá górillu? Já, þetta voru eitthvað lítill, þú veist, apaköttur eða simpansi eða eitthvað. Já, auðvitað, það var enginn eitthvað bara, sjáðu þess að 300 kíló górillu þarna. Sem að rífa vinn minn í tætlur, já. Ég ætla að ríða henni. Og svo ég held ég sé með eitthvað, ég ætla að segja eftir górilluna sem ég svaf hjá. Fengi bréf heim, þið kannistu við að fá bréf heim, vinu þinn eða vinkona hefur greinst með, það er yfir klamydía hérna á Íslandi, vinu þinn eða vinkona hefur greinst, þetta er ekki vinur, vinu þinn eða vinkona, þetta er fjölskylda. Íslandi er bara, við erum öll stór fjölskylda. Ég bara hugsa, þú veist, að því þú boðar í svona eitthvað viðtal, þú ert að skrifa niður bólfélaga þína, þú veist svona, síðustu 6 mánuði, já, eitthvað, ok, vinur að vinkona, já, hann er ekkert vinur lengur, Nonni og Sigga en þessi, þú veist, sem að fekk fyrst AIDS, skilur, sem að svaf hjá górillu. Svo fyrir hann í testi, ég er með eitthvað, ég veit ekki, kannski eitthvað nýtt, ég veit ekki, eitthvað. Já, förum bara yfir hérna bólfélaga þína. Hverjum svafstu hjá? Já, Sigga, Ástu og Bóbó. Hvað sagðirðu? Bóbó? Ég svaf hjá Bóbó. Ég svaf hjá Abba og ég er með eitthvað núna. Og þeir bara, já, þú ert með AIDS og 8 skilið. Hvernig kom þetta til? Já, ég fór í dýragarð og mér langar bara svo að vita hvað fílum finnst mig. Þú veist, þeir að fíla mig og þú veist, þeir eitthvað svona. Svo bara var þessi Bóbó þarna og við sáum saman og nú er ég með eitthvað nýtt. Já, þú ert með AIDS. Ok, takk fyrir. Ég held að þetta var að byrja þannig, ég veit það ekki. Ég er ekkert mjög gáfaður maður. En það sem mér fannst samt leiðilegast við COVID var, þú veist, eins og segja, ekki endilega að geta ekki hitt fólk, en að geta ekki ferðast. Mér finnst gaman alveg ferðast og vera með uppistandi í öðru löndum og svona.
Og ég hef gert það nokkuð sinnum, ég hef farið til annarra landa. Fyrst skipti sem ég fór til útlanda með uppistand, þá fór ég til New York City. Svaka cool maður, vera með uppistand í New York. Það svona fyrir þá sem eru í uppistandi, það bara svona, þetta er borgin, þarna allir bestu uppistandarnir og ég bara fer þangað og ég bara, ok, ég er með uppistand hérna á ensku í New York. Það eru 4 í salnum, en ég í New York og ég get alltaf sagt, ég með uppistand í New York, Og það var eitthvað svona, það sem kallast open mic og maður bara skrifaði inn nafnið sitt og hendið í einhverja fötu og svo bara dregin upp svona random, bara hver næstur upp á svið. Og ég náttúrulega get alltaf skrifað Þórhallur ef ég að ferðast, skilur, það getur enginn sagt Þórhallur, skilur. Þannig ég skrifa eitthvað Thor og ég bætti við The Icelandic Guy. Til að vera svona, þetta er eitthvað spennandi, hann er frá Íslandi eitthvað. Þannig ég skrifa Thor the Icelandic Guy. Svo býði ég í svona 4 klukkutíma. Aldrei nafnið mitt dregið upp og ég bara svona, er ég ekki að fara að ná þessu? Get ég ekki verið með uppistand í New York City? Svo loksins kemur litli miðinn í eitthvað, ég held sem minn. Þau go, all right, next on stage is Thor the Icelandic Gay. Ég gerir hvað sem fyrir sviðstíma. Ég halló, þetta er ég! 5 mínútur, ég alveg til í hvað sem Það var svona, ég þarf kannski aðeins að vinna í skriftinu minni. Gay, hvernig munurinn skilur. Þetta er oft mikið vesen með nafni, sko, Þórhallur, og ég vil kalla mig bara Thor. Fór til Danmerkur, var mjög uppistand. Og ég fann einhvern svona open mic og mæti bara sami dagur, þið veit ekki hvernig Danir eru með skipulag og eitthvað svona. Má ég vera með uppistand í kvöld? Í kvöld? Það er alltaf stuttur tími. En ég mættur. Við vorum ekki búin að plana þetta og eitthvað, hann bara eitthvað greið danskur, eitthvað að drekka túbor, eitthvað, Íslendingur, eitthvað, má ég vera með uppistand? Hann eitthvað, ok, what's your name? Ég eitthvað, Thor. Og hann bara horfði á mig eins og ég sé eitthvað skrítið, hann bara. Ég eitthvað, Thor? Ég eitthvað, Thor, the Thunder God, yeah! Ég eitthvað, allt í lagi. Og hann bara skrifa eitthvað niður, ég eitthvað, wow, fúll ennþá yfir eitthvað Ísland-Danmörku eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist eitthvað. Svo bara býði eftir að vera kynntur upp á svið, það kynnir hinn og þann og svo kemur loksins að mér. Okay, we have a special guest from Iceland. Let's bring him up. It's Thor. Þá hélt maður bara að ég sagði að ég heiti 4. Og þú veist, ég veit að Ísland er lítið, en við höfum nöfn, skilur við, við erum ekki bara númeruð hérna, eitthvað. Hæ, ég er númer 4. Hefur heilt 14? Já, hann dó. 14 er dáinn. Svo fór ég að hugsa hvernig hann upplifði þetta, hann bara eitthvað danskur og drekka og svo ég eitthvað, hello, hann eitthvað, I'm from Iceland, hann eitthvað, hvað heitirðu? 4! Ha, 4! Þrömmuguð! Hann svona sérstakur gestur. 4 þrömmuguð! En áður ég fór til Danmörku þá hafði ég farið til Færeyja, því maður gerir það. Fór til Færeyja að vera með uppistand. Þetta var ekki fyrst skipti ég fór til Færeyja, ég farið 3 núna til Færeyja, 2 til að vera með sjó. Einu sinni fór ég þangað bara sem ungur strákur, 20, með félaga mínum. Hann átti afmæli og hann hringdi í mig eitthvað, við erum að fara til Færeyja til að fagna afmæli mínu. Ég eitthvað, af hverju? Hann eitthvað, ég veit það ekki. Mér datt það bara í hug. Og við ætlum að gera þetta núna. Ég eitthvað, ok. Og við fórum í skipi með Norrænu og vorum á bíl og vorum bara að tjalda í Færeyjum. Af því það er eitthvað sem fólk gerir, það er gaman.
Við mætum hana og förum á tjaldsvæðið og svo erum við bara eitthvað í bílnum hans, drekka bjór og hlusta á færiskt útvarp. Af því það ógeðslega fyndið. Af því þau tala næstum eins og við. Þau eru eitthvað Þetta næstum íslenska, en samt ekki. Slag hrókafullir Íslendingar, þau eru bara eitthvað, já, klukkan 4. Þetta fannst okkur geggjað maður. Við vorum bara í bílnum í marga klukkutíma, hlusta á færiskt útvarp. Svo bara kom miðnætti og gaurinn segir eitthvað, góða nótt. Og við eitthvað, hæ? Og við reynum að skipta stuð. Og við eitthvað, ég held að útvarpið sé búið. Útvarpið í Færeyjum búið. Gaurinn farinn að sofa. Maðurinn sem sér tónlistana í Færeyjum er eitthvað, góða nótt. Engin tónlist. Lengur, ég fann að sofa ekki tónlist fyrir neitt. Lagalisti getur bara shuffle eða eitthvað. Ég farin að sofa, það mun enginn skemmta sig með ég sef. Og ég svona, ok, ég ætla að koma hingað aftur. Nokkur mánuð seinna, ætla ég að koma aftur hingað. Og við ákveðum að fara nokkur Grímsstað til að vera með uppistand í Færeyjum. Og við sem sagt eigum flugu þangað út á fimmtudegi, áttum að vera með sjó á föstudegi. Flugið aflýst af því að vill enginn fara til Færeyja. Það var bara ekki nógu mikið af fólki, þannig þeir eitthvað, þetta er bara því þeir að fara þarna á þriðjudegi. Við eitthvað, ok, nokkrir ekstra dagar í Færeyjum. Já, ok, við mætum bara. Og við svona eitthvað, ok, hvað hefur við að gera í nokkra daga? Við erum Íslendingar, hvað er barinn? Förum á barinn. Og við förum og það er lokað. Og við eitthvað, ok, förum á næsta bar, það er lokað. Við eitthvað, googlum hvenær opnar barinn í Færeyjum. Miðvikudaginn klukkan 8. Við eitthvað, þetta verður skemmtilegt. Við eitthvað, kveikjum með útvarpinu. Við eitthvað, hann er örugglega dauður núna. Hann þá sofandi, ég veit það ekki. Þannig að daginn eftir við eitthvað, hvað hefur við að gera? Enda með, hei, við finnum það er sundlaug í Færeyjum, förum í sund. Það er gaman, förum í sund í Færeyjum. En enginn var búinn að plana að fara í sund, þannig að enginn var með svona, þú veist, sundskýlu eða sundbuxur eða hvað sem það er sem þú ferð í. Þannig að við eitthvað, ok, finnum okkur svona einhverjar stuttbuxur eða sundskýlu eða eitthvað. Og við förum í kringluna þeirra, SMS. Og við förum og sjáum verðið á einhverjum svona buxum við eitthvað, þetta er alltaf mikið fyrir okkur, við erum uppistandarar, við höfum engan pening. Er einhvers staðar til ódýrari sundskýlu, það er eitthvað, kannski í Rauðakrossinum, það er eitthvað svona notaður, við eitthvað, hvað er hann? Getur bent okkur á? Það er eitthvað, já, við reynum að finna Rauðakrossin, finnum ekki Rauðakrossin, finnum Bláa krossin. Það við erum aðeins öðruvísi í Færeyjum. Rauðakrossin samt líka þannig, er eitthvað svona, hittist alltaf Blái krossin, Rauði krossin. Við förum þarna og það eru til þrjár svona sundbuxur. Og við eitthvað, við ætlum bara að fá þetta. Það er ekkert svona 8 stærð M eða eitthvað, þú veist, það er bara, þetta er til og við eitthvað, er búið að þvo þetta, þau eitthvað, mögulega, eitthvað, það skiptir ekki máli, þetta er ódýrt allavega. Og við förum í sundlaugina í Færeyjum og svo erum við bara í sturtu og við erum eitthvað svona, já, þessi svona passar á þig held ég og þessi passar á þig og ég tek þessar. Og ég segja, ég fæ aðalmerkið, ég eitthvað, Nike, ég fæ Nike-buxuna, Nike, ef þú ætla að vera mjög cool, þá segir Nike. Og ég eitthvað, fer í Nike sundbuxunar, hvítu Nike sundbuxunar, ég er í sturtu og ég sé strax, þetta var ekki góð hugmynd. Ég get alveg sleppt í að vera í sundbuxunar, það sést allt. Og það er og ég er svona blessaður. Ég er svona, þetta er ekki góð hugmynd, það er bara svona. Og ég byrja svona, get ég eitthvað svona, allan að ég reyna að halda þessu aðeins frá svo þetta ekki svona alveg slétt svona, þú einhvern veginn, ég svona, ok, þeir eitthvað, ég ætla að koma með onni í sund, já, býða aðeins, ég er aðeins, ok, farið þú utan, ég.
Ég fer út úr kaldaklefunum. Hvað það fyrsta sem maður kemur, eftir maður kemur úr kaldaklefunum, hvað það fyrsta? Jú, það barnalögin. Og ég ekki, hæ krakkar! Hæ krakkar! Þau ekki, Þau bendaði ekki, hvað er svona lítill? Ég er frá Íslandi, það mjög kalt á Íslandi. Þú ert ekki á Íslandi núna, ég haf góð tenging. Þegiði bara krakkar! Og hleyp upp. En því miður þá var það vesen og það var hringt á lögguna og löggan kemur og hún rannsakar þetta og svo enda með hún segir þetta er ekkert það stórt, þetta er ekkert hættulegt, þetta er bara lítið vopn og þetta er undir mörkunum. Takk. Þannig að ég komst upp með það. En svo hef ég nú farið til aðeins meira framandi landa. Ég fór til Kína. Fór til Kína til að vera með uppistand. Og ég fer þangað með tveim félögum mínum, Helgi Steinar, Bjarni, töframaður. Við förum að heimsækjum nokkra borgir. Og ein borgin, ég veit ekki hvort þið hefur heyrt hana, hún heitir Wuhan. Við sem sagt heimsækjum Wuhan 2019. 4 dögum fyrir fyrsta tilfellið. Og þetta er ekki grín. Við vorum með sýningu í Wuhan í Kína 4 dögum fyrir fyrsta tilfellið. Þá erum við bara eitthvað og tala eitthvað svona. Svo bara komum við heim og við erum ekki tengd í netinu eða Facebook eða neitt skilur þegar við erum að úti. Við komum bara heim og allir bara eitthvað Wuhan. Við eitthvað, vá, við slóðum í gegn. Það var bara allir að tala Wuhan, maður. Vá, hvað eru vinsælir, maður. Það var mjög gaman líka að við vorum, ég man eftir eitt skiptið, ég held að jafnvel hafi verið það kvöld. Við vorum með plaggat, það var mynd af mér, Helga Steinar og Bjarni töframanni. Við vorum allir með svona kringlátt andlit. Ógeðslega fölir með kringlátt andlit og allir kýmurinn eitthvað, James Corden. James Corden kom á 3 fram í kvöld. Nei, það eru 3 mismunandi menn og enginn aðeins James Corden. Þeir eitthvað, James Corden 3, ég er flott. Ok, þetta gæti alveg verið ykkur fyndin. Ok. Við vorum hann 3 dögum fyrir fyrsta tilfellið, skráða tilfellið. Og þú veist, veit ég hvernig COVID byrjaði? Mögulega. Getur verið að Helgi Steinar hafi átt náin kynni við leðurblöku? Ég ætla ekki að staðfesta það hér. En það er alveg möguleiki að Helgi Steinar Gunnlaugsson hafi átt náin kynni við leðurblöku. Og hann með sitt íslensku klamydíu og leðurblakan er örugglega með kínverska klamydíu. COVID. Hann svaf hjá þessari leðurblöku, ég ætla bara að segja ykkur það, ekki er hann nú. Og svo át hann hana. Og svo skilaði hann henni og svaf hjá henni aftur. Þannig var COVID til. Þannig ef ykkur sem þið þekkið hefur þjást eða bara lent alvarlega í COVID, þá heitir hann Helgi Steinar Gunnlaugsson, býr í Skipholti 78, sé efsta bjallandi hægri. Ok, ég náttúrulega er aðeins að vera leiðilegur við Helga Steinar núna. Þetta var náttúrulega, hann var ekkert einn annað, skiljur. Hann var ekkert einn með þessar leðurblöku. Ég var líka þarna og þú veist, okkur bara leiddist og við fórum bara í þrísom með leðurblöku. Það var engin leðurblaka. Ég og Helgi Steinar voru bara mjög einmanna upp á hótelherbyggi og Bjarni kom að okkur og sagði, hvað er það að gera þér? En það mér enginn frétt af því, þannig að það var bara í Kína, skilur, það veit enginn hvað.
En það var gaman, það var samt gaman. En ég hef átt nokkra meðleigendur í gegnum tíðina. Ég var að tala í byrjun að ég var með meðleigendur þegar COVID var. Ég átt nokkra meðleigendur og meðal annars einmitt þessi sem ég bjó með meðan COVID var, hann var Dan Sarin, bandaríkjamaður með Tourette. Og eins og ég segi aftur, ekki skemmtilega Tourette, það var bara og alltaf höndin hans hristist alltaf Getur ekki gert eitthvað meira cool? Maður er að búa með Tourette-sjúklingi, maður er að búast við ykkur cool, skilur. Við fórum til Bandaríkjanna, hann dró mig með sér til Bandaríkjanna og við þurftum að deila rúmi. 3 daga, deila rúmi. Ég þurfti að deila rúmi með Dan Sarin. Og ég svaf ekki mikið, ég get sagt það, ég svaf ekki, ég lá við hliðina á honum fyrsta kvöldi og hann bara ég eitthvað, er þetta Tourette eða er þetta fylla við þig? Hann eitthvað, bæði! En þú veist, hann náttúrulega sofnaði á endanum, en þú veist, Tourette fór ekki til burtu, en það var svona aðeins mildara og var svona krútleira, hann og ég alltaf svona, En höndin var alltaf á milljón, og leið og sofnaði þá bara Varstu að taka eftir núna hvað ég var að segja? Ég vaknaði mjög ánægður á hverju mánuði. Hann var alltaf En sko, verst af við að deila rúmi með Dan var ekki út af því hann með Tourette, það að hann svo loðinn. Hann svo loðinn. Og að deila rúmi með loðnu fólki bara ekki góð skemmtun. Þið kannski kannast við þetta ykkur hérna, þetta bara eins og að deila rúmi með hundi. Þetta fer á hárum og það vond lykt að það búin að rigna og svona eitthvað. Og við vorum búin að deila rúmið hana 3 daga í röð eða eitthvað og svo fer ég á klósettið. Ekkert eitthvað í fyrsta skipti á 3 dögum. Ég ekki búin að halda í mér í 3 daga. En þú veist, ég fer bara á klósettið og ég bara að gera það sem fólk gerir á klósettinu og bara sitt þarna og gera það sem það þarf að gera og svo ég bara að ganga frá. Svona. Og ég finn eitthvað þarna aftan í sem á ekki vera þarna og ég svona býtu, hvað er þetta? Þetta alveg þarna lengst uppi og ég næði svona góð taki á hverju sem þetta er og ég svona byrja að taka þetta út. Þetta er lengst þarna uppi. Þetta er langt, krullað, dökkt hár sem var lengst uppi og ég er hvergi á mínu líkama með langt, dökkt, krullað hár og ég horfði á því og sagði fucking Dan, þetta er Dan, ég er búin að deila rúmið með honum, ég er brjálaður, ég stend upp á klósettinu og ég fer opna upp hurðina, hann situr og ég hvað er ég ansvarnar með þetta? Hann what? Ég hvað er þetta? Hann hár? Þetta er hárið þitt! Þetta er hárið þitt og það var upp í hann. Vitið hvað hann sagði við mig? Það gerist. Svo það gerist, það var aldrei gert fyrir mig að ég aldrei fyrir hárana uppi. Hann það var lengst hann uppi, ég það tóra það út. Vitið hvað hann sagði? Var það ekki gott? Jú. En þetta var svona þitt hár, skilur. Þannig ég spyr fólk sem er með sitt hárin inni. Nei, ok, þið fyrir ekki.
Þannig að, já, þetta gerist. Basically það sem ég að segja, ekki deila rúmi með loðnu fólki. Það gæti komið aftan að ykkur. En ég deildi einu sinni íbúð með Dana. Það var svona hálfu Danir, hálfu Íslendingur. Og það var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt því að hann kunni ekki íslensku almennilega og hann sagði allt svona smá vitlaust og alltaf fyndið. Og ég man að hann var að vinna með krökkum á svona frístundaheimili. Svo kom hann einn daginn heim og hann var eitthvað, það er allir brjálaðir út um mig. Nú, af hverju? Það var bara eitthvað dót út um allt. Og ég öskra á krakkarna eitthvað, gangi frá ykkur! Og allir foreldrar voru bara brjálaðir að ég sagði þeim að ganga frá sér. Og allir krakkarnir. Og fyrst sem fekk útborga, hann var brjálaður eitthvað. Þeir bara fengu eitthvað lán. Ég eitthvað, ha? Já, bara fyrirtæki tók bara eitthvað lán. Þeir tóku bara allar peningi frá mér, bara eitthvað lán. Hvað lán? Hvað meinar þau? Svo fekk ég skoða, já, þetta er laun! Þetta er ekki lán, þeir eru ekkert að fara að lána, gafstu samþykki fyrir því? Hann ekki, ég veit ekki. Svo var hann að vinna hjá Æsland, hann var að matvörubúðinni og hann var yfirleitt svona að vinna á kvöldin þar og eitt skipti sagði ég og vinur minn, meðleiðendur hans, sendum honum skilaboð við eitthvað, hérna, þú ert búin að vinna, en að koma með snakk og kók og eitthvað svona heim og hann eitthvað, danskur. Og hann kemur heim með snakk og kók og eitthvað og náttúrulega Dani, þannig hann er nískur. Þannig hann eitthvað, ég tók hérna áreiti. Hvað sagðirðu? Já, ég tók áreiti. Svo þið getið borgað mig hvað þið skuldið mig. Segið þetta aftur hægt. Ég tók áreiti. Hvað ertu búin að vinna í Æsland lengi núna? 6 mánuði? Ert þú búin að segja við fólk í 6 mánuði núna þegar það er búið að kaupa mat hjá þér, má bjóða þér áreiti? Hann eitthvað, já. Hvað er að því? Margt, mjög margt. Afrit, hann ekki, hver er munur? Mikill, mjög mikill munur. Líka þesslega kurteis með þetta. Já, bíp, má bjóða þér áreiti? Ekki í dag. Kannski ég var áreitt fyrr í dag, þannig að ég ætla að fá að eiga það inni hjá þau bara. Ekki máli, bara lag maður vita og þau vilt fá áreiti. Þannig að aftur, ekki búa með loðnu fólki og ekki búa með dönum. Það er bara þannig. En ég held að besti meðlægandi sem ég nokkuð tímann átt, og með besti þá meina ég vesti, en finnast að sagan, það var því ég bjó með bróðum mínum. Þegar ég var 20 þá flutti ég að heiman, mjög sjálfstæður, flutti að heiman til bróðum míns sem að borgaði leiguna. Þannig að ég svona lét ýmislegt yfir mig ganga því að ég var ekki að borga leigu, skilur, ég bara bjó inn í stofu. Og við byggum í gamalli íbúðinni í miðbæ og þið veitir hvernig svona gamlar íbúðinni í miðbæ eru. Þú veist, þetta er illa uppsett, klósettið var inn í herberginni á honum. Klósettið var hliðinn á rúminu hans, það var bara einn þunnu veggur sem náði ekki svona alla leið upp. Þannig að maður svona alltaf eitthvað, mér er illt í maganum og þú myndi heyra hræðilega hluti núna. Vonaði hún að vera að sofa þetta, sofa yfir þetta. Þannig að það var alltaf opið inn til hans og þessi bróðir minn, þetta er eldri bróðir minn, hann er með alla geðsjúkdóma sem er hægt, en samt ekki alveg nógu mikið af þeim. Hann er bara með svona hlaðborð af geðsjúkdómum, bara svona snefil af þessu og hinu, ekki alveg nóg til að bara svona henda honum inn á stofninn og hafa hann þar. Nei, hann er bara svona smá af þessu, bara til að hafa þetta gaman. Sérstaklega búa með honum. Aðal vesinn hans var að hann alltaf fekk eitthvað á heilann, það er árátta.
og á tímabili, þetta mjög langt síðan, við vorum alltaf að horfa á hérna CSI þættina, munið eftir þeim, CSI, já. Þeir áttu svo cool vasaljós. Þannig að hann byrjaði að fá vasaljós á heilan. Hann er eitthvað, hvar fær maður svona flott vasaljós? Segðu ekki þetta vasaljós? Þetta er ekki einu svona guli geisli, þetta er svona blár geisli. Það er bara ljósið fyrir aftur, það er bara myndavélinni eitthvað sem að taka þetta. Hann er eitthvað, nei, það er rosa flott upp í, og sjá hvernig þeir halda á vasaljósinu. Þeir eru pró, þeir halda. Og það er ekki cool eitthvað lögreglumaður eða rannsóknarlögreglumaður sem er með eitthvað vasaljós eitthvað. Ég náði ykkur glæpamenn. Þú ert handtekinn! Þetta er cool, skilur við. Hann var alltaf, hvar fær mér svona vasaljós? Þetta er bara vasaljós, mér gæti ekki verið meira saman um hvað vasaljós. Hann var alltaf að panta vasaljós af Amazon. Alltaf að fá nýju vasaljós heim, hann eitthvað, ég var að fá nýtt, ég eitthvað, gæti ekki verið meira saman. Hann var alltaf slökkva ljósinu í íbúðinni. Ég kann nefnilega gera eitthvað svona annars staðar. Hann eitthvað, þetta er miðja nótt. Við áttum heima rétt á Tjörninni, niður í miðbæ. Hann fór alltaf niður á Tjörn. Einn fullorðinn maður með vasaljós og reyndi að ná öndum. Með geislana. Það er svona, ein önd bara eitthvað, Náður. Ég eitthvað, hvað, þú veist, ertu bara að gera þetta einn? Hann eitthvað, já. Ég eitthvað, hvað er eitthvað fólk labba framhjá? Hann eitthvað, það er þeirra vandamál, skilur við. Einn eitthvað að reyna að ná önd í geislum. Svo fekk hann þvottavélina á heilan. Hann var alltaf að þvottavélina neðst niðri. Hann var alltaf eitthvað, þetta er geðveikt róandi að fylgjast með þessu. Þegar heilan og honum er bara alltaf miljón að gera hlutir í einu, þannig að hann bara horfa inn á þvottavél, hann bara þetta er mest róandi sem ég hef upplifað á ævi minni. Og hann kláraði allt prógrammið. 6 klukkutímar. Alltaf var að koma upp, hann eitthvað, nei, uppbóðsprógrammið mitt er að byrja. Það fer skeið hratt fyrst og svo. Svo eitt skipti þá var ljósaberan sprungin, þá var ekkert ljós þetta. Minn maður náttúrulega átti að fylla af vasaljósum. Einn niður í þvottahúsi að fylgjast með þvottavél með vasaljós. En það sem var svona síðasta hálmstráið sem að ég var bara svona, nú get ég ekki búið með þessum manni lengur. Það var eitt skipti sem ég vaknaði miðanótt. Við eitthvað djöfusins læti. Ég er bara sofandi og heyri bara vakna, ég heyri úr svefnherbergi hjá bróður mínum. Ég eitthvað, hvað nú? Að það var alltaf eitthvað, skilur við. Ég er ekki að segja helmingin, það var bara alltaf eitthvað. Og ég var búinn að fá nóg, ég eitthvað, hvað nú? Flestir myndu svona, ég er að heyra og svefnherbergi bróður míns, ég ætla ekki að athuga hvað er í gangi. Mér langar ekki að vita hvað er í gangi, en ég var búinn að fá nóg, ég eitthvað, hvað er í gangi? Og ég opna hurðina, ég sé að hann situr upp í rúmi hjá sér, hann með sængina yfir sig. Ég eitthvað, hvað er að gera? Og hann tekur sængina af. Hann með KitchenAid, hrærivél. Hann að hræra rjóma upp í rúmi klukkan 4 nótt. Og ég segi, hvað ertu að gera? Hann eitthvað, þeyta rjóma? Ég eitthvað, þeyta rjóma? Af hverju ertu með sængin yfir þig? Svo ég myndi ekki vekja þig. Klukkan 4, af hverju ertu að gera þetta núna? Rjóminn var að renna út. Ég eitthvað, hvað, korter yfir 4? Þú veist, ég sé þetta fyrir mig, hann er bara eitthvað andvaka, svo eitthvað svona, hvað ég gera, nei, Þórhallur sofandi, ég ætla að vera tillitsamur, ég ætla ekki að vekja hann, rjóminn? Nei, ég geti að fara að geta í eldhús núna eitthvað, það er lætin í eldhúsi, hann er alveg hliðin á eldhúsinu, ég ætla að vekja hann eitthvað, en rjóminn?
Rjóminn að renna út. Nei, láti ekki svona, ég er ekki að gera eitthvað. En ef ég tek rjóma úr KitchenAid skálana inn til mín, undir sængina, en ég mun ekki sjá neitt. Helvítis vasaljósið. Þannig að hann var bara svona, og hann varð að gera þetta, þetta kom í hausinn á honum, skilur, hann var svona, ég verð, svo fer hann fram og séð mér sofandi. Nær í 30 kíló af KitchenAid. Klung, klung. Þið er bara að dreyma. Hvað er þetta að gera? Ekki neitt. Ég flutti út 4:30 nóttina. Ég er að verða 40. Jesus. Ég er að verða 40 bara seinni í mánuðinum og það er samt svona, mér er búinn að líða eins og ég sé gamall í nokkur ár og þetta byrjaði eiginlega með því að bróðir minn, hinn bróðir minn, hann varð afi. Bróðir minn varð afi fyrir 6 árum síðan og ég eitthvað svona, bróðir minn afi? Og svo allt í einu fór ég að hugsa, hvað gerir það mig? Ég er afa bróðir. Ég er hún afa bróðir. Og svo fyrir ég að hugsa, hvað gerir afa bróðir? Afa bróðir eru örugglega minnst mikilvægasti fjölskyldumeðlimurinn. Ef þið hugsið núna, vitið hvort þið eigið afa bróðir. Þið vitið ekki, þið sagði, ég á afa bróðir eða ekki, hvað heitir hann? Hver hefur ykkur hitt hann? Nei, það var enginn hitt hann. Það vill enginn hitta afa bróðir. Og ég nú er ég hún afa bróðir. Ég hitti eins og afa bróðir minn. Ég var að skemmta út á landi. Ég var í einhverju svona veislu, þetta var fílaveisla, allir að geta fíl, fuglinn sko, sem er geggju veisla, bara eitthvað, hvað viljum við borða í kvöld? Hvað er með þennan fugli sem er alltaf gubbandi? Borðum hann, ok, veisla, lalalala. Svo mæti ég og ég er eitthvað að bulla og svo kemur einhver svona til mín í einu hlénu. Þú þekkir þennan þannig, gamla kall út í hornið þarna, ég eitthvað, sé bara einhver gamla kall að borða fíl. Ég eitthvað, nei, hver er þetta? Þetta er afa bróðir. Ég eitthvað, afa bróðir? Ég vissi ekki að afi átti bróður. Ég eitthvað, viltu ekki tala við hann? Ég eitthvað, nei, ég vil það ekki. Svo bara allt í einu mundi ég eftir þessu og ég eitthvað, ég er hún afa bróðir. Nú er ég þessi gaur út í horni sem enginn vill tala við. Afa bróðir. Afa bróðir. Hvað heitir hann? Enginn veit hvað hann heitir. Af hverju mæti hann ekki ferminguna? Af því enginn bauð honum. Það vill enginn hitta afa bróðurinn. Svo var ég að vinna með krökkum, ég var að vinna svona frístundaheimili og við fórum stundum í einhver svona ferðir og ég man að ég fór með Elsu krakkana og fórum í Árbæjarsafnið. Og ég eitthvað svona, lifði fólk í gamla daga, svona voru gömul hús í gamla daga. Mér gæti ekki verið með það sama. Svo fórum við inn í einhver svona samkomusalur og þau voru búin að endurbyggja svona nokkur svona herbyggi, barnaherbyggi í gegnum tíðina. Og þau voru svona var típist barnaherbyggi á 18. öld. Ég eitthvað, vá. Og það var svona 1 lítið rúm. Það var svona allir með bakverki sem sváfu, þú veist, fólk var ekki 35 cm á þessum tíma, skilurðu. Og það var svona leikföngin voru bara svona bein, þau eitthvað lalalala, ég er svo þunglindur. Hvar fékkstu þessi bein? Þetta var einu svona afabróðir minn. Lalalala. Það eina sem hann gerði gott var að gefa okkur beinin sín. Og svo eitthvað, svona var típist barnaherbergi á krökkum á þessum áratug. Og þá fór hann fullt af mótmælaspjöldum, eitthvað Ísland og NATO, herinn burt! Eitthvað, já, öll börnin voru bara eitthvað fullið, eitthvað, fór ekki herinn! Og svo var eitt svona var típist barnaherbyggi fyrir langa löngu síðan.
og það var eitthvað svona Bart Simpson veggspjald og ég eitthvað, hei, ég átti svona plakat þegar ég var yngri. Svo var svona lítið 9 tommu túbusjónvarp, ég eitthvað, ég átti svona túbusjónvarp þegar ég var yngri. Og það var tengt við fyrstu Nintendo tölvuna, ég eitthvað, ég átti svona Nintendo. Æskan mín komin á Árbæjarsafnið og börnum var eitthvað, hvernig lifði fólk þetta af? Lifði fólk svona gamla? Ég eitthvað, þetta geggjað með sjónvarp inn í aður og tölvu og þeir eitthvað, og þetta virkaði ennþá, þeir eitthvað, getum við spilað? Ég eitthvað, já, þetta er Mario Bros, þeir eitthvað, leikurinn hann eitthvað frosinn, þú þarft að taka leikinn úr og blása rykið úr leiknum. Núna virkar leikurinn. Þau eitthvað, þetta er svo gaman. Æska mín komin á safn. En svo var ég líka komin á þann stað að ég skildi ekki. Ég bara svona, ég skil ekki tónlistin í dag. Þú veist, þetta er svo mikið klísja, maður er svona gaman, er þetta tónlist? Unga fólki að hlusta á þetta? Sérstaklega rap, að því ég, þú veist, alltaf hlusta á rap í gamla dag, kemur, þú veist, Breiðholtinu, það var bara skylda, ég þurfti að hlusta á rap, skilur. Maður hlusta á alvöru rap og svo í dag, og þetta er nokkur ár síðan, það var hljómsveit sem heitir Séra Bjössi. Séra Bjössi. Ég efast þetta sé prestur, sko. Og þið verður bara að fyrirgefa mér, þú veist, þetta er lag sem þeir sömdu og allir þessar rapparar í dag, þeir og búin að vera núna í nokkur ár, þeir rappa eins og þeir séu allir á svefnlyfjum. Þeir eru svona við þá, þeir maður hvað er þetta? Þetta er rap. Geggjað. Þetta er ekki rap. Þetta er ekki aðeins svo gamall maður. Séra Bjössi gefur út lag sem heitir, og bara afsakið mig, þeir sömdu þetta lag, ekki ég. Lagið heitir Hættu að putta mig. Séra Bjössi gaf út lag sem heitir Hættu að putta mig og það er sungið af þessum sama ákafa og allir þessir menn á svefnlyfjum. Og þetta er allur textinn í laginu. Hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Já, hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Sko, ef ykkur er puttað þig svo lengi að þú þarft að semja lag það, þá er að fara yfir ykkur mörk. Og hann samt hljómar hann ekkert eins og að sé rosalega miklu uppnámi yfir þessu. Það er bara svona, hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Hættu að putta mig. Sendu lag. Svo var hljómsveit sem heitir Dubstep. Nei, hvað heitir það? Clubdub. Clubstep. Clubdub. Clubdub. Ég hef aldrei verið jafn fertugur á ævi minni. Hljómsveit sem heitir Clubdub. Og þeir, þú veist, sko, þeir gaf út heimildamynd áður en gaf út fyrsta lagið sitt. Þeir eitthvað, loksins heimildamynd Clubdub. Þeir eitthvað, hvað hafði þeir gert? Ekki neitt ennþá. En það var með Clubdub. Þeir gaf út lag sem heitir Aquaman. Þið þekki Aquaman? Já, ofurhetja sem er í sjó. Líklega glataðast ofurhetja allar tíma. Það er eitthvað, ég ræði við fiskum. Þeir koma alltaf að naga dauðar húðflugur af mér. Komið allir fiskar til mín. Það er eitthvað, ég er ofurhetja. Og þeir eitthvað, við ætlum að semja lag Aquaman. Og það er sungið aftur á sama ákafa. Ég fór í sund í dag. Ég er Aquaman. Stoppum bara strax þarna. Ég fór í sund í dag.
Ég Aquaman, ofurhetjan sem í sjónum. Þú fórst í sund! Á hversu miklu kókaíni þú þegar þú fer í sund blotnar örlítið? Þú eitthvað, ég ofurhetja! Það ég Aquaman! Eitthvað, þú ert í hvítum Nike stuttbuxum sem sést í gegn. Ég Aquaman! Svo heldur lagið áfram. Ég fór að pottinum og þar var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stelpur þar. Ég var 1. Auðvitað varstu 1, þú snargeðveikur! Þú heldur þú sett Aquaman þegar þú fyrir í sund og lætur svo ekki konur í friði með þær í heitabótu fyrir að telja þær. Þær bara eitthvað svona góðir, eitthvað, ok, höfum skemmtilegan dag, förum út í brönns og kíkjum svo í sund og eitthvað splitt, splatt, splitt. Ég veit ekki hvað stelpur gera þegar þau eru saman. Það er eitthvað, heiti pottur, Svo kemur bara gauð, 1, 2, það er eitthvað, við erum 9, ég get talið sjálfur. Ég Aquaman, það er eitthvað, 1, 2, það er eitthvað. Vantaði, þú veist, eitthvað með þér hérna? Þú vantaði hjálp með eitthvað? Ég 1, það er eitthvað. Við ætlum að hringja í hjálp fyrir þig, við ætlum að hringja í ykkur fyrir þig. Og þetta er besti dagur lífsans, þetta er besti dagur lífsans. Hann bara fer á sundi og hringir í vininn sinni eitthvað. Þið trúið sig ekki. Þið trúið sig ekki, það er hvað, eitthvað. Fór í sund, eitthvað. Komstu að ég fucking Aquaman? Eitthvað, já. Svo voru einhverjum stelpur í pottinum. Ég taldi þær. Alveg sjálfur, það hjálpaði mér ekki neitt, sko. Eitthvað, allt í lagi. Já, við erum að semja lag þetta, sko. Við erum að semja lag þetta. Er stúdíó tilbúið eða eitthvað? Því miður, þá ég svolítið upptekinn núna, það eitthvað að putta mig. Takk kærlega fyrir mig! Takk kærlega fyrir mig! Pælið í 20 ár! Og ég enda þetta á puttabrandara. Takk kærlega fyrir að komuna. Takk aðeinslega. Takk fyrir mig.